Þetta hann Páll Óskar, minn hinsti dans og sumir segja árið sem að, hann talar að hann á náðan nexla svolítið Eurovision heiminn. Þetta árið sem allt breytist, 97, Páll Óskar lendir hann í 20. sæti, 18 stig og ég held að mér minnir að hann hafi fengið reynilega 8 stig frá Svíum eða eitthvað. Það sé helminguna stigunum. Er þetta rétt fallið? Jú, þetta passar. Svíarnir í rauninni fékk eiginlega bara stig frá þeim sem voru að gera tilraun með símakosningu. Einmitt. Þetta var fyrsta ári sem það var reynt og niðurstaðan var svo að það var það stór og mikill hrópandi munur á atkvæðunum sem kom í gegnum síma miðað við dómnefndaratkvæðin að árið seinna var það sem sagt ákveðið 98 að það yrði bara símakosning yfir allt. Því þarna á þessum tíma 98 og 99 þá voru idol-kettirnar smán saman að riðja sér til rúms í sjónvarpi og áhörundur heim í stofu voru eiginlega fann að taka virkari þátt í sjónvarpsþættinum en hafið þekkst. Og núna í dag aftur á móti er öldin önnur. Núna í kvöld þá beita þeir fyrirkomulaginu og stigagjöfinni enn einu sinni til að gera þetta meira spennandi einmitt vegna þess að það hefur verið svo mikil munur á stigagjöf frá dómnefnd og síðan símakosningu að þeir ætla að skipta sér tvennt. Ég held þeir kynni bara muniði hvor röðin er, hvort að þulurinn kynni bara símakosninguna fyrst eða dómnefndina fyrst. Ég held þetta sem við þekkjum að þulirnir koma frá öllu löndum og þylja upp stígin, það eru að með minnir bara dómarastígin. Þessum dómarinn og svo í endan þá kemur þetta nýja sem þú ert að tæpa á. Já, þá kemur símakosningin. Já. Og þá er það kynnar kvöldsins sem að þylja upp stígin og þá held ég byrja á laginu sem að fekk fæst stígin og fara svo koll á kollu upp á við sko. Og þetta getur mjög spennandi sjónvarpsefni vegna þess að lag sem kannski hefur hingað til unnið símakosningu er kannski í 7. sæti hjá dómnefndinni. Nákvæmlega. Þannig að það endar í 3. sæti. Og engin leið að segja til hvernig þetta endar fyrir en á síðustu mínútu. Já, þeir eru bara að spenna bóðum sko. Þetta verður skemmtilegt en nú er þetta, gæt nú eiginlega annan settin á Facebook eftir 50 daginn og til hamingju Austur-Evrópa. Það var eiginlega bara svolítið svoleiðis en er komin tíma á að skipta keppninni í austur og vestur? Það er búið að tala þetta í mörg ár. Þú veist, sérstaklega þegar fólk gílu, þá poppar þessu umræða alltaf aftur upp og en ein umræða líka, þú veist, eigum að halda sérstaka Skandinavíu-keppni. Það er svona Norðurlandaþjóðakeppni þar sem hver Skandinavíu þjóð kemur kannski á svæðið með 2 lög í kannski flotta, þú veist, 10 laga keppni. Það er líka búið að vera svona í kjaftinum á fólki. Þá missum við náttúrulega undankeppninnar. Hvað segirðu? Ég sé við missum náttúrulega svolítið undankeppninnar ef þetta fer að fara í sikkur áttina. Já, en veistu, ég held að þurfi askotu mikið að koma til þetta fari að splittast svona upp, sko. Og ég held hreinlega að þrátt fyrir allar samsæriskenningar og, þú veist, Austur-Evrópu mafíu og bla, veistu, ef við reynum að líta á málið eins hlutlaust og hægt er og skoðum hvaða lög voru í gangi og hvaða gæðastandard var í gangi í lögunum, að þá kannski var Skandinavía kannski ekki í sínu besta formi núna í ár. Nei, það er svolítið svoleiðis. Þessi lög voru svona miðjumóð. Þetta voru svona bérriðla varabekkjar lög. Og þetta er eitthvað sem lagahöfundarnir sjálfur þurfa að eiga við sig sjálfa. Ég held að þau lög sem komast í úrslitin kvöld, þau eiga það einatt skilið. Ég var eiginlega bara alveg hérna að sammála, þú veist, flestum þessum lögunum í einhverjum undantekningartilfellum bara. Já. Og þú veist, þú uppsker bara það sem þú sáir og þú veist, lagið það er alltaf þetta klassíska, þetta þrennt sem þarf að spila saman, laga smíðin og hversu catchy þetta er og flott,
flytjandinn má ekki klúður þessu og sviðsetningin og myndvinnslan þarf að vera perfect eða allavega spennandi. Og þegar þetta þrennt dansa saman, þá kemst upp úr undankeppninni, eiginlega sama hvaðan þú kemur, en aftur á móti við, kannski Norðurlandaþjóðirnar eru með þeirri sérstöðu, að við því miður þurfum að treysta á það að það sé allavega 1 til 2 Norðurlönd með okkur í riðli af því annars getum við gleymt þessu. Og þriðjudaginn var bara ekki því að skipta fyrir Íslanda, þannig að bara Finnland með okkur í riðli. Þú veist, og Finnland er eiginlega meira Rússland heldur en Skandinavíu þjóð. Já, við hefum nú ekki verið að fá neitt mikið stigum frá Finnum, svona kannski gegnum tíðina. Ekki beint þannig og það er ekki teistandi á það, sko. Nei. Og En það sem gerir í kvöld, vegna þess að Svíþjóð er eina Norðurlandi í Úslandunum, þá getur eiginlega gefið það að sænski strákurinn á eftir að græða á því að vera einn. Hann mun fá næstu í skilyrðislaust 12 stig í áskrift frá flestu Norðurlandaþjóðunum. Það er ekki nema að Norðurlandaþjóðurnar fíli Ástralíu svona í botn og dundri atkvæðum á hana. Það er séns. Frakkinn er með ósvað flott og fallegt lag, en hann gæti klúðrað þessu big time af því hann er ekki nógu sterkur söngvari og hann á bara ekki að syngja falsettur. Nei, hann hefur í raun ekki alveg verið að standa sig á æfingum. Nei, og það getur komið með koll og takk eftir að Evrópa í grunninn er ekkert voðalega gjörn á það að kjósa þessar 5 stóru þjóðir. Nei. Að þessar 5 risaþjóðir hafa venjulega verið í neðstu sætunum og uppskera venjulega mjög lítið. Ekki nema að þessar 5 stóru þjóðir gera eitthvað gjörsamlega stórkostlegt, sko stöngin inn dæmi eins og Lena frá Þýskalandi finnum árið. Það var bara stöngin inn í einfaldleika sínu, skilur við. En annars þá held ég að Frakkland gæti bara floppað í kvöld og verið í neðstu sætunum ef hann sjálfur klúraði þessu. En nú eru 2 lönd sem er spáð í rauninni sigri í kvöld og það er Ástralía og svo aftur á móti Rússland. Annar lagið er með stóra og mikla sviðsframkomi og hitti í rauninni í einfaldleika sínum en einhvað síður rosalegt söngadreiði. Einmitt. Þar vegur þetta salt. Á meðan Rússin er kannski ekki sterkasti söngvarinn og er með poplag sem er svona klísjukent miðjumóð, að þá er átalska söngkonan mun sterkari singer og með poplag sem það hefur kannski heyrt áður, en þetta gæti verið samið af henni Síu og sungið af Síu sem er ástralsk líka og þetta sound er bara inn núna og svínvirkar og ég held að Ástralíu séu með besta viðlagið í kvöld. Þetta er besti kórusinn í keppninni. Gæti þetta enda þannig í kvöld að veistu, ef ég á að líta á málið pólitískt, þá veit ég bara ekkert hvort Austur-Evrópa sé að fara að dúndra atkvæðum á asíska konu. Nei, en þá langar mér kannski líka að koma með hitt á móti. Vestur-Evrópa, muni þau einmitt kjósa hana vegna þess að ef að Ástralía vinnur, að þá er staðan þannig að það eru stóru löndin sem er að fara að ákveða hvar keppnin verður haldin að ári. Já, ég held að öllu sé saman það. Það skilja það allir að það er enginn að fara að hoppa upp í flugvél með alla þessa keppni og fljúa í sólarhring. Ég held að það sé alveg mjög klér skilningur af því, sko. Og það er gefið, sko, fyrirfram. Það er bara BBC tekur þetta að sér og keppnin verður bara haldin samkvæmt samkomulagi. Nákvæmlega, ég er með búin að minnast á London. Berlín var líka eitthvað við talaðum Berlín ef Ástralía myndi vinna. Þannig að senda þetta til Düsseldorf, jafnvel. Þannig að Þjóðverjar myndi taka þetta. Já, og hún fær mitt atkvæði kvöld allavega og það er ekki vegna þessu, heldur bara vegna þess að hún er ótrúlega söngkona. Þetta er bara flott lag. Ég það dundra sko nokkur þúsund íslenskum krónum á Ástralíu kvöld. Hún alveg vann mig. Hún bara sigraði hjartað mitt á 50-daginn. Gjössanlega. Og myndvinnslan var líka æðisleg. Já, hún var geggjuð, alveg geggjuð. Þetta er alveg jafn töff myndvinnsla á ástralska atriðinu eins og þessu rússneska. Sammála. En rússneska atrið er
aggressíft og ofsalega vel gert, það verður ekki að þið tekið. Þetta hnökralaus myndvinnsla og sviðsetning, algjörlega. Og þetta svona vá-effekt, svona galdraeffekt, alveg bara Einar Mikael galdraeffekt. Þegar hann svífur í loftinu allt í henni. Það geti orðið til þess að hann vinni þetta, sko. Já. Alltaf, ég vona að Ástralía vinni, en ég spái því að Rússland vinni. Þetta tilfinningin. Sem þýðir bara að ég komin í hárrétt Eurovision-stuð. Ég aðeins búin að vera að kanna stöðun á Facebook og fylgjast með inn á öðrum síðum og annað og mér sýnist á öllu að það séu svona fjölmargir að fara að gefa Ástralíu stig í kvöld og svo er einu búin að sjá Svíana líka þarna inni. Einhverja örfáa búin að skrifa Rússa. Já. Ok. En þetta er Ísland. Já, þetta er við Ísland og ég meina við erum ekki stórþjóð. Þetta er ekki kallaður stóri björnin að ástæðulausu. Þetta er bara stór björn sem trampar bara yfir allt sem honum sýnist. Og það er alveg sama, þú veist, þeir komast upp með mannátt, þú veist, í eigin heimalandi og þeir eru samt kostnir, sko. Þannig að ótrúlegt tangarhald sem þeir hafa bara á nákvæmlega þjóðarsum. Alveg sama hvernig þeir koma fram við þeir, það er ótrúlegt. Þú veist, kálfurinn að launa ofbeldið. Ótrúlegt. En Palli, búið að lauma að þér einhverju lagi fyrir 2017 sem er búið að heilla þið upp á skónum? Sko, ég er alltaf að hlusta lög og ég er ennþá á því. Ég hef ekki ennþá heyrt það. Sko, ég heyrði mitt lag árið 2007 og það var Allt fyrir ástina. Og það var lagið sem bara kýldi mig kaldan og kýldi mig á kjaftinn og í magan og í punginn bara á staðnum og þetta er krafan sem þú verður að gera til sigurlags í Eurovision. Það má ekki vera neitt vafaðatriði. Frá fyrsta demói þurfa allir að falla kylliflatir að laginu. Þá áttu séns. Og ég er enn að leita að bara þessu lagi. Það er ekki ennþá komið. Við hvetjum alla lagahöfunda sem er að hlusta okkur núna að spýta í þetta saman og koma með lagið og senda til þín. Kýla kalt á kjaftinn, í magan og pungin og þá er ég með. Við viljum palla Eurovision 2017. Ég er alveg til. En það er nóg að vera... Og veitir hvað ég líka til í? Að fá hjálp frá Svíum vegna þess að þeir kunna þetta. Ég held að séu Svíjar í öðru hverju lagi hérna í keppninni í kvöld. Það er svolítið svoleiðis. Ef þeir eru ekki að útsetja lögin þá eru þeir að hjálpa til við myndinsluna eða sviðsetningun eitthvað slíkt. Eins og Georgía og Kýpur, það eru 2 rocklög í keppninni í kvöld. Þið veitir, það er sami Svíinn, það er sami gaurinn að útsetja bæði þessu rocklög. Og að samanskapa er ekki annarkvæmt Armenía, Armenía sem er bara með Svíja í öllum hlutverkum. Jú, það er bara Svíþjóð á þetta atrið. Já, og þannig að þeir eru bara verktakar í Armeníu. Þarf að breyta undankeppninni heima þannig að það verður leyfilegt að eingöngu erlendi lagahöfundar geti sent inn lög og plús það að við getum fengið að heyra lögin á því tungumáli sem að höfundar kjósa að senda inn og hafa á í keppninni frá upphafi. Ég held að það megi alveg, þú veist, í rúfkeppninni núna, það er búið að breyta þessum reglum til þess betra. Ég þarf svolítið bara að fara að kíkja á það. Ég held að sé samt ennþá þannig að það þurfa að vera íslensku í undankeppninni. Já, ok. Ég skil þig. Það getur passað. En þú verður samt að skila inn og vera tilbúin með enska útgáfu áður en lagt er í hann. Það er málið. Já. En það er nóg að gera hjá þér í kvöld og þú ert náttúrulega alltaf með Eurovision stuðpartí. Ójá, það er allt klárt og tilbúið upp á spott. Já. Í Kópavoginum og tókum soundcheck í gær og stiltum öllu upp, þannig að nú er ég bara heima að gera mig sætan, sko. Og hita mig upp og gera mig mjúkan fyrir kvöldið. Já. Og ég eftir að horfa á keppnina, þú veist, vera líndur við þetta og svo þarf ég að fylgjast með kannski stigagjöfinni með öðru augunum
að því ég að keyra sko upp á spott úr Vesturbænum á meðan á stigagjöfunni stendur. Því keppnin klárast til klukkan 10:30 í kvöld og klukkan 11 ég byrjaður að spila. Ég massa þetta bara pásulöst til klukkan 3 í nótt. Ekki leiðilegt. Hvetjum þetta til að kíkja á spott í kvöld. Svo náttúrulega mikið ferðalag á þér framöndan og ég veit að við vonaðir á Suðurlandinu Kótilettina. Jú. Aðra helgin í júní. Já, þar ég á sviðinu, ég held ég sé klukkan 1 eftir miðnætti eða 2 eftir miðnætti á laugardaginn. Hlökkum mikið til að taka mótið þér. Það eru stöð. Alveg, það gerðum við síðast. En við vonum sem sagt að Ástralía vinni í kvöld en þú spáir að Rússland vinni. Já, von Ástralía, spá Rússland. Ég lofar að Holland á útvarpshítarann. Klárlega. Hollendingar elska country og þeir gera það mjög vel. Og þeir eiga eftir að eiga feitan singul úr þessu. Slow down-lagið ofsalega flott. Mjög flott. Ég spáði líka að það verður bara í rauninni þó nokkuð mörg lög úr keppninni í ár sem að eiga eftir að hljóma á útvarpsstöðvum landsins í sumar. Já, ég elska austurríska lagið, þú voru að spila það hann eða ekki? Jú, það er eins og það er svo samið af frönskum tekjagúlu 60s poplagaföndi. Þetta er flott. Og það er fleira, ég elska persónulega Úkraínu, mér finnst það svo töff lag, 1944, ég elska Ítalíu, gladur að sjá Frakkland vinna en ég hef áhyggjur á honum, Búlgaría með flott partílag, ég Flowers of Crime, Svíarnir að senda Justin Bieber, þú veist, litlu stelpurnar frík út og Lettland er með svona kreatíft húspop, heartbeat-lagið, flott líka. Þú veist, þetta eru bara fínir ís lög í úrslitunum í kvöld. Þetta verður massa keppni. Já, alveg massíf. En við ætlum enda að spila Dami, Spilum Ástralíu. Hvernig væri það? Lagið sem við lofsyngjum. Og ég ætla að krossa puttana feitt fyrir henni í kvöld. Við segjum bara góða skemmtun á spott í kvöld. Ekki spurning. Sömuleiðis hafið það gott fyrir sunnan. Og gleðilegt Eurovision kvöld. Æði. Gaman að heyri þig, Palli. Sjáumst. Já, bless.